Komið þið sæl og verið velkomin á þennan kynningarfund ferðagjöf stjórnvalda. Ég heiti Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar og ætla að stýra fundi hér í dag. Mér skilst að það sé nokkur hundruð manns að horfa sem er gott. Við eigum von á því að þessi gjöf muni örva áhuga Íslendinga á því að ferðast eigið land og að þeir muni geta nýtt þetta í ferðalög sín, afþreyingu, gistingu og alls konar hluti sem að hægt verður að nýta þetta í. Við vitum að fyrirtækin að velta því fyrir sér hvernig þau geta komið til móts við þetta framlag og úr þessu held ég geti orðið nokkuð skemmtilegt ferðasumar. Við erum með ágætis dagskrá hér á eftir sem að ég ætla að kynna bara eftir því sem að hún þróast fram, en langar að biðja fyrsta í pontu velkomna Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, ferðamálaráðherra. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Það gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag til þess að fara yfir þessa ferðagjöf. Ég mælti fyrir frumvarpinu í gær, þannig að nú það komið til nefndar og hvetu þetta fólk til þess að senda inn umsóknir ef það eitthvað sérstakt sem að menn leggja áherslu á að gera breytingar á. En okkar svona leiðarljós í þessari ferðagjöf voru meðal annars þau að þetta yrði einfalt, þetta yrði skilvirkt og það yrði þægilegt að nota þetta og við reyndum að hafa skilgreininguna þannig að hún tæki utan fleiri en færri. Aðgerðin eins og Jóhannes nefndi þetta til þess að svona auka og örva eftirspurn eftir þeirri þjónustu sem að ferðaþjónustu fyrirtæki vítt og breytt landið bjóða upp á, í hvaða formi sem að það kann að vera. Og við áttum okkur á því að 5.000 krónur á alla einstaklinga með íslenska kennitölu 18 ára eldri ekki það sem að breytir því hvort fyrirtæki lifir eða deyr í öllum tilvikum. En það samt þannig að aðgerðin bæði til þess að örva eftirspurn, hún skiptir máli í efnahagslegu tilliti, en hún kannski fyrst og síðast táknræn. Það táknræn aðgerð að á þessum tímum skuli stjórnvöld leggja til að 5.000 krónur fari til allra Íslendinga yfir 18 ára til þess að bæði reyna að hvetja þá til þess að fara í ferðalög, nýta sumarið, búa til góða minningar og eiga góða stundir, en líka til þess auðvitað að reyna að fá einhvers konar mótframlög, tilboð annað, og við sjáum það strax að fyrirtækin hafa farið á fullt og þetta hafði svona jákvæða innspýtingu í umræðu á mjög erfiðum tímum. Þannig að ég mjög stolt af því að við lögum þetta til og þetta komið inn í þingi og verður samþykkt. Mig langar að þakka starfshópnum sem að útfæra þetta allt saman. Þetta var fyrst bara góð hugmynd sem að þurfti að útfæra og finna út úr hvernig myndi fúnkera. Í hópnum voru fulltrúar frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, Stafrænu Ísland undir fjármálaráðuneytinu, SAF og Ferðamálastofu. Og þó ég þakki öllum jafnt að það langar mig samt að nefna að öll þessi tæknilega útfærsla skiptir máli, þannig að ég vil þakka Andra Heiðari í Stafrænu Íslandi sérstaklega fyrir. Það síðan gaman fyrir mig sem nýsköpunarráðherra að þetta skuli allt gert í samvinnu við svona sprotafyrirtæki, sem að það app býður upp á fleiri möguleika. Þannig ef til að mynda fyrirtæki út í bæ vill gleðja sitt starfsfólk með sumargjöf eða haustgjöf eða afmælisgjöf eða hvað það kann að vera, að þá hægt að setja gjafabréf inn í þetta app og þá ertu einfaldlega með 2 gjafabréf. Framseljanleikinn gerir það líka verkum að það eykur líkur á því að þessir fjármunir nýtist, þar að segja ef einhver ætlar ekki að nota eignirnar sína þá getur framselt hana áfram. Þannig að ég vonast auðvitað til þess að þetta muni skila árangri, bæði á táknrænan hátt sem ég finnst það nú þegar hafa gert og ég vissum að sumarið verði gott og vonast að flestir muni nýta sér þetta á sínum forsendum, en þetta mun líka skipta máli fyrir fyrirtæki, kannski sérstaklega fyrirtæki með minni afkastagetu sem að það getur breytt öllu að fá töluverð viðskipti vonandi vegna þessa meðal annars. Þannig að ég þakka fyrir þessa vinnu og ætla að hleypa skarpinað. Góðan daginn og velkomin á þennan kynningafund. Það býsna margt sem að COVID breytir
og það eru einhvern veginn allar aðstæður breyttar í ferðaþjónustu. Það allt öðruvísi í ferðaþjónustu post-COVID heldur pre-COVID. Og það sem að meðal annars við fáum að gera í tengslum við það að kynnast okkar innanlandsmarkaði sem að við höfum kannski gegnum tíðin ekki sinnt nógu vel en þetta gefur okkur sannarlega tækifæri til þess að sinna honum. Hefum kannski mátt gera það einhver lítið betur. En innanlandsmarkaðurinn samt svo lítill í samanburði við þann markað sem að við höfum haft hér af erlendum ferðamönnum. Það lætur nærri að fjöldi erlenda ferðamanna sem 8 sinnum innanlandsmarkaðurinn og við þurfum svona aðeins að hafa það í huga þegar við förum í þetta átak og reynum að vinna sem best úr því og sinna innlendum ferðamönnum sem allra best. Þeir eru mikilvægir og þeir verða það áfram og vonandi þá lærum við að sinna innlendamarkaðnum eins vel eins og við höfum sinnt erlendamarkaðnum. En innanlandsmarkaðurinn nokkuð öðruvísi og við þurfum að hafa það í huga og við þurfum að gæta okkur að því. Og það eru ýmis atriði sem að þar koma fram. Þetta öðruvísi kúnnahópur. Við þurfum að muna það. Við þurfum að hafa það í huga að vöruframbóðið sem við þurfum að bjóða þessum hóp upp á öðruvísi. Þannig breiðara aldursbil, það talsvert meira af börnum og talsvert meira af eldra fólki, eldri borgurum. Það hefur verið tiltölulega þröngt aldursbil og mikið af ungu fólki á aldrinum 20 til 40 ára í okkar hefðbundna hóp, en þarna það öðruvísi. Þessi hópu ferðast fyrst og fremst eftir veðri. Þannig að það veðrið sem ráða þessu og við höfum svo sem ekkert yfir því að segja. Neysluvenjurnar eru líka öðruvísi. Hann borðar frekar lambakjöt heldur en fisk. Hann gistir frekar á tjaldstæðum heldur en hótelum. Og ferðast örugglega frekar í júlí heldur en ágúst. Þannig að þetta allt saman þurfum við að gæta og hafa í huga þegar við erum að sinna þessum markaði. Nú það líka að við þurfum að aðlaga okkur ýmsu í því hvernig við setjum fram okkar vörur og kynningarefni. Núna þurfa allar heimasíður að vera á íslensku, allir samfélagsmiðlar, öll samskipti við kúnnan á íslensku, verði í íslenskum krónum og svo framvegis. Þannig að þetta þurfum við að gæta okkar að. Nú, innlend ferðaþjónustufyrirtæki eru þegar farin að vera með ýmis tilboð fyrir innanlandsmarkaði og það mjög gott. Fyrirtæki hafa verið að leita leiða til þess að bjóða upp á og hvetja innlenda ferðamenn til þess að koma og heimsækja sig. En það svo sem ýmislegt líka til þess að hafa í huga. Við þurfum að gæta okkar á því að það ekki bara að dömpa verði sem skiptir máli. Heldur þurfum við eins og með alla aðra ferðaþjónustu að huga því hvernig við getum fengið sem mest út úr þessu, bæði fyrir gestinn en ekki síður þau fyrirtæki sem eru í ferðaþjónustu. Í staðinn fyrir að lækka verðið þá má vera með ýmsa kaupauka, það má vera að bjóða morgunmat á niðursettu verði, það má bæta við ókeypis í sund eða eitthvað slíkt til þess að bregðast við þessu með öðrum hætti. Nú síðast en ekki síst í gagnvart þessu marka eins og öllum öðrum mörkuðum að þá mikilvægt að það sé samstarf, öflugt samstarf á milli ferðaþjónustufyrirtækja og ekki bara ferðaþjónustufyrirtækja heldur líka sveitarfélaga og annar aðila í heimabyggð til þess að breikka og efla vöruframbóðið sem hentar þá þessu markaði sem að núna verður svo ábyrjandi á ferðum við landið. Ég nefndi að júlí frekar en ágúst, Oddný vinnufélagi minn kemur nú ágætlega inn á þetta á eftir, gerir ráð fyrir, en við erum svo að gera ráð fyrir því og vonumst til þess
að með því að það losni ferðahömlu til landsins, þá verði erlendi ferðamaðurinn farin að skila sér í einhverju mæli þegar líður á sumarið. Þannig það kannski allt eins gott að ferðavenjur Íslendinga séu þá frekar í júní og júlí og erlendi ferðamaðurinn fara þá að sýna sér í auknum mæli í ágúst þegar Íslendingur eru farin að draga úr ferðalögum. Tvennt svona að lokum sem ég vildi nefna líka að þó að það sé mikilvægt að ferðaþjónustufyrirtæki vinni saman að þá þá má geta þess að hafa það í huga að ef að verið að bjóða upp á pakkaferðir, samsættarferðir, að þá kunna þær að falla undir reglur ferðaskrifstofuleyfi og mikilvægt að ferðaþjónustan hugi að því að hafa öll sín leyfismál í lagi þegar kemur að þessu. Og svo annað áhugamál okkar á ferðamálastofu og víðar í ferðaþjónustunni að hvetja fyrirtæki til þess að hafa það leiðir í boði að viðskiptavinir geti bókað beint en fari ekki gegnum erlendar endursölusíður eða aðra sem taka háa kommisjón. Núna tækifæri til þess að þróa þessi tæki, vera með eigin bókunarkerfi sem að gera ferðamönnum kleift að bóka beint og að þannig að þessi peningar allir, ferðaávísunin, ferðagjafabréfið og allt annað skili sér öllu leyti til ferðaþjónustunnar. Má nefna það að af þessum 1500 milljónum ef þær var allar notaðir í að bóka þjónustu sem að væri í gegnum hefðbundna sölusíður, þá var í söluþóknun á bilinu 250 til 300 milljónir. Og það eru peningar sem ætti að skila sér í innlenda ferðaþjónustu og leggja áherslu á það við alla að bóka beint. En að þessu sögðu að þá hvet ég bara alla til þess að taka þátt í þessu átaki og óska góðra ferðar. Takk. Kæra þakkir Þórdís og Skarphéðinn fyrir ykkar innlegg. Næst vil ég bjóða velkomin í pontu Andra Heiðar Kristinsson, framkvæmdastjóra Stafrans Íslands og Þórhildi Gunnarsdóttur, ekki rétt hjá mér, hjá Parallel-ráðgjöf, skólaðist aðeins til í hausnum á fundastjóra, til þess að kynna ferðagjöfina, stafræna útfærslu og ferðalag í sumar. Komið sæl og virkilega gaman að vera með ykkur hérna í dag á þessum stafræna fundi. Andri heiti ég og er framkvæmdastjóri Stafrans Íslands og Þórhildur ætlar að koma hérna upp á eftir með mér og við getum svara spurningum lausnina. En ég ætla semst að fara í gegnum með ykkur þessa lausn, ferðagjöf, hvernig hún virkar fyrir notendur, fyrir ferðaþjónustufyrirtækin og fjalla almennt þessa útfærslu okkar. Dagskráin þessi, ég ætla ekki að fara í gegnum þetta í löngu máli, en við förum yfir ferðagjöfina, hvernig hún virkar, hvernig fyrirtæki geta að nýtt sér þessa lausn og hvernig þau taka þátt og ræðum aðeins í lokin þetta hvatningarátak. Nú, ferðagjöfin í hnotskurn. Ef við hugsum þetta bara svona heilt yfir, að þá í kjarnan það sem við erum að gera og markmið með þessari ferðagjöf að við erum að hjálpa ykkur að búa til minningar á ferðalagi innanlands og styðja þannig einnig við íslenska ferðaþjónustu innanlands. Og þegar ég hugsa ferðalög, að það er ágætt að búa til teikna upp þessa myndi í huganum að ég að fara á einhvern stað, það eru samgöngunar sem koma mér þangað, það gistingin, það staðurinn sem ég eyði nóttina, það eru síðan veitingarnar á þessum stöðum, þar sem ég að ferðast og svo það afþreyingin sem ég að njóta á daginn. Þannig að þetta eru svona þessar 4 grunnstoðir sem við vorum að horfa á þegar útfærslan var skoðuð og við erum að byggja þessa lausn á. Nú, markmiðið eins og ráðherra kom inn á hérna áðan að þetta væri stafrænt gjafabréf. Hún stafræn, hún byggist á íslenskri tækni sem ég fer yfir á eftir. Hún líka skemmtileg. Við lögðum áherslu á það í útfærslu lausnarinnar, þetta væri svolítið skemmtilegt. Þetta væri ekki bara
einhver tala eða eitthvað slíkt eða millifærsla inn á bankabók. Þetta skemmtileg lausn sem er góð upplifun að nota. Hún þarf líka að vera einföld í notkun, hún þarf að virka alls staðar og þetta gjöf sem nýtt til góðs. Þannig að aðilar geta nýtt þetta hvar sem að þeir vilja í ferðaþjónustu á Íslandi. Nú, í hnotskurn, þá eru hérna megin atriði eins og frumvarpið liggur fram á Alþingi. Nú, þetta eins og áður hefur komið fram, gjöf til ferðalag innanlands. Þetta stafræn gjöf að andvirði 5.000 krónur sem til allra einstaklinga 18 ára og eldri eða ef þeir eru fæddir 2002 eða fyrr. Gjöfina má nálgast núna í byrjun júní, mjög fljótlega eftir að Alþingi afgreiðir frumvarpið að þá verður hægt að nálgast ferðagjöfina á islam.is. Og eins og áður hefur komið fram líka þá þetta að gefa hana áfram. Okkur fannst þetta mikilvægt, við erum að hvetja fólk til þess að nýta gjöfina eins vel og hægt Þannig að ef einhver vill gefa fjölskyldumeðlim, ömmur og afar vilja gefa börnum eða barnabörnum eða svo fram eftir götunum, að þá opið fyrir það einnig. Gildistíminn, við hvetjum fólk til að nýta gjafabréfið sem fyrst í sumar og haust til að styðja við íslenska ferðaþjónustu. Gildistíminn á gjafabréfinu út þetta ár. Nú, en hvernig virkar ferðagjöfin? Við höfum aðeins fjallað þetta, en ferðagjöfin smáforrit í farsíma. Eða yfir 90% landsmanna eiga snjallsíma í dag og það mjög einfalt, fólk getur farið þegar forritið verður gefið út, annaðhvort beint inn á islam.is eða beint inn í App Store eða Google Play og sótt sér þetta app til þess að nota ferðagjöfina sína. Nú fyrir þá sem ekki eru með snjallsíma eða vilja ekki nýta sér þá lausn, þá líka boðið upp á það að einfaldlega fá þetta á islam.is, þannig að fólk geti annaðhvort prentað út eða sýnt í símanum eða með öðrum leiðum eða hreinlega í gegnum síma sagt frá sínu gjafakortsnúmeri ef það til að bóka í gegnum síma. Nú, þetta einföld og skemmtileg lausn og það mjög gaman að segja frá því að hún þróuð af íslenska frumkvöðlafyrirtækinu Yay. Þannig að þeir eru að leggja til þetta lausn sem að vara miklu leyti til, hún nú þegar reynd, hún hefur verið notuð í miklu mæli og hefur sannað gildi sitt nú þegar og við erum að aðlaga að íslensku ferðagjöfinni á þennan hátt. Eins og ég sagði þá þetta nálgast hana í júní og upplýsingar hvar verður hægt að nota ferðagjöfina. Það þessar upplýsingar öllu fyrirtæki, tilboðin sem þau eru að bjóða og upplýsingar átakið má nálgast inn á ferðalag.is eftir því sem að fyrirtækin skrá sig. Og eins og þið sjáið hérna á myndinni þá þetta mjög einfalt. Þú opnar þetta smáforrit, þú getur annað nota gjöfina eða þú getur gefið gjöfina einhverjum öðrum. Nú, þá ætla ég að fjalla aðeins hvaða fyrirtæki geta tekið þátt. Rifjum hérna upp áðan myndina sem ég var með þessa svona huglægu mynd hvernig ég fer í ferðalag. Það ég fer á staðinn, ég gisti, ég upplifi eitthvað og ég neyti matar. Nú, til þess að koma því yfir í hlutlæga mælikvarða í meðferðum þingsins, að þá hér skilgreiningin á því hvaða fyrirtæki geta tekið þátt út frá þessum grunnviðmiðum. Nú, þetta til að mynda fyrirtæki sem hafa ferðaþjónustufyrirtæki sem hafa starfsleyfi hjá Ferðamálastofu, svo sem ferðaskrifstofur og afþreyingarfyrirtæki, fyrirtæki með rekstrarleyfi vegna veitingastaða, gististaða og skemmtanahald og veitingastaðir, bílaleigur og annað slíkt, önnur slík fyrirtæki með leigu starfsleyfi vegna leigu skráningarskyldra ökutækja, söfn sem eru viðurkennd samkvæmt safnalögum. Nú, þetta eru sýningar sem ganga út á náttúru, menningu eða sögu og fyrirtæki eins og baðlaugar, baðstofur, útihátíðir, tjöld og hjólhýsasvæði. Þannig að þetta eru svona þessar lykilskilgreiningar eins og þær hafa verið lagðar en að sjálfsögðu þetta með fyrirvara umfjöllun Alþingis og nánari útfærslu þar. Hvernig geta fyrirtækin tekið þátt? Við erum að fá mikið af fyrirspurnum núna hvernig fyrirtæki geta tekið þátt eins og fram hefur komið. Þá eru fjölmörg fyrirtæki nú þegar farin að búa til tilboð og byggja upp þessa eftirspurn. Og við hvetjum það einmitt til þess að búa til flott tilboð til sem svona mótsvar við þessari gjöf. Þannig að hún nýti sem best. Nú, þetta einfalt ferli. Fyrirtækin skrá sig einfaldlega til þáttöku á islam.is og það verður opnað þar núna strax í þessari viku, allra næstu dögum. Þau skrá sig þar
þau fá sjálfvirka staðfestingu á skráningu, uppfyllu þau einhver af þessum skilyrðum og síðan eru 3 leiðir til þess að taka við þessari gjöf frá notendum. Og ég mun fara síðan aðeins betur yfir hverja þessari leið til þess að útskýra það. En í hnotskurn þá er þetta í fyrsta lagi að þá ef að notandi kemur með þetta app að þá er þetta að skanna strikamerki með smáforriti sem er mjög einfalt. Það er einnig hægt að slá inn númer gjafabréfs í Vafra ef að menn eru ekki með appið og svo er þetta mikilvæga punktur en það er mjög auðvelt að tengja þetta beint við bókunarkerfi þannig að hægt sé til þess að bóka beint hjá ferðaþjónustuaðilum á netinu. Í fyrsta lagi skanna strikamerki við afgreiðslu. Þetta virkar rauninni þannig að eins og við sjáum hér á myndinni að þá er í appinu, ef ég ætla að nota gjafabréfið mitt, þá er ég með þetta strikamerki. Nú ég mæti á staðinn, hvort sem það er á hóteli eða í afþreyingu eða þar sem ég ætla að nýta mitt gjafabréf. Ég sýni þetta strikamerki og viðkomandi ferðaþjónustuaðili getur þá skannað inn, annaðhvort með kassakerfinu sínu eða með sérstöku appi fyrir ferðaþjónustuaðila til þess að skanna, sem er mjög sniðugt vegna þess að þá getur hver sem er, hvort sem það er leiðsögumaður sem er að taka við ferðamanni hérna upp á fjalli, langt frá kassakerfum og annarri tækni, þá getur hann einfaldlega verið með skönnunarappið í sínu síma og tekið við þessu hvar sem er, hvenær sem er. Einnig er hægt að nota strikamerki í Vafra. Þannig að ef viðkomandi er ekki með app til að skanna inn eða tækin til þess, þá er einfaldlega hægt að skrá sig inn á þessa vefsíðu og slá inn strikamerkið alveg eins og þegar tekið við gjafabréfum í dag, hefðbundum og prentum á pappír, þá er það yfirleitt þannig að fólk skráir notkun gjafabréfs inn í vefkerfi. Og í þriðja lagi þá er það beintenging við bókunarkerfi. Það er mjög auðvelt og mörg kerfi nú þegar eru komnar með þessa tengingu. Það eru einfaldar vefþjónustur og ég ætla nú ekki að fara í þetta í of miklu tæknilegu máli. Fólk getur haft samband við okkur ef það vil tengjast á beint á þennan hátt. Það er einföld vefþjónusta og þetta auðveldar mjög allar bókanir á vef beint til fyrirtækjanna sjálfra. Nú að lokum, þegar búið er að taka við ferðagjöfinni, einstaklingar eru búin að nota ferðagjöfina hjá ykkur ferðaþjónustu fyrirtækjum á einhverju þess að hátta, þá er uppgjörið mjög einfalt og fljótlegt. Það þarf ekki að fara yfir marga færslur, heldur einfaldlega sendur út einn reikningur til hins opinbera á mánuði fyrir öllum færslum þess mánaðar og það er greitt mjög stuttu síðar. Þannig að þetta er mjög einfalt að rukka þetta og ganga frá þessu og þannig er einfalt að þetta ferli og gerist mjög hratt. Nú næstu skref eru þau fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki að skrá sig til þátttöku, hugsa hvernig þið getið komið til móts við fólk góð tilboð og skrá ykkur inn á island.is. Skráningin opnar á næstu dögum. Nú einstaklingar geta síðan í kjölfarið að þetta verður samþykkt á Alþingi sótt sína ferðagjöf í byrjun júní og samhliða því verður markaðsátak hvatningarátak ferðaþjónustu innanlands kynnt og samhliða ferðagjöf og ferðalag.is verður miðstöð þessarar kynningar. Að lokum þá langar mig að nefna það að eins og ferðamálaráðherra kom inn á hérna áðan, þá er þetta táknar aðgerð, þetta er hvatningarátak og við erum að stjórnvöld eru að gera til að hvetja fólk, fyrirtæki til þess að fara út landið okkar, ferðast og styðja þannig við íslenska ferðaþjónustu. Og ég vil þá hvetja þessa 3 hópa og nefna það. Í fyrsta lagi ferðaþjónustu fyrirtækin. Við hvetjum ykkur til að koma með góð tilboð, þannig að ég geti kannski fengið eitthvað á móti 5.000 kallinu mínum. Hvernig nýti ég hann sem best, minn 5.000 kall. Þannig að komið endilega með góð tilboð á móti. Við hvetjum líka almenning til þess að nýta þessi gjafabréf og ekki bara þessi gjafabréf heldur miklu meira eftir því sem hver og einn hefur tök á til þess að ferðast landið okkar eða í sínu nær umhverfi og styðja þannig við íslenska ferðaþjónustu á þessum erfiðu tímum sem að þessi þjónustu grein hefur verið að fara í gegnum. Nú og síðan vil ég nefna það að lokum eins og ráðherra einnig kom inn á að önnur fyrirtæki geta einnig gefið sína eigin ferðagjöf, alveg eins og stjórnvöld eru að gefa öllum landsmönnum. Þannig að ef eitthvað fyrirtæki vill gefa til að mynda sínum starfsmönnum
stóra eða smáa ferðagjöf til viðbótar við þessa 5.000 króna inneign, að þá það einnig hægt og hægt að hafa samband við ykkur gagnvart það. Og þannig hvetjum við líka önnur fyrirtæki til þess að taka þátt í þessu með okkur. Þannig þetta sameiginlegt átak. Þetta við þurfum að sýna samstöðu í því að byggja upp ferðaþjónustuna og hún stendur á sterkum stoðum og það svona samfélagsleg ábyrgð okkar allra að taka þátt í þessu verkefni og við hlökkum mikið til þess. Takk fyrir. Þá bara býð ég Þórhildi hérna með mér og ef það einhverjar spurningar. Það hægt, skilst mér, að spyrja á vef Facebook síðu Ferðamálastofu. Þannig að ef einhverjir eru með spurningar þá geta þeir farið þangað inn og sendt þær inn. Já, það eru komnar inn spurningar á vefinn. Og hér spyr Matthías Kjartansson, þeir sem ekki eru tölvufróðir og ekki með aðgang að Ísland.is, hvernig eiga þeir að nálgast gjöfina? Góð spurning. Við höfum nú séð það á þessum síðustu og verstu, ef ég má segja svo, að það nú mjög stór hluti þjóðarinnar sem hefur mikla tölvuþekkingu og við erum að sjá það að fólk á elliheimilum og fleira að nota FaceTime og fleiri lausnir, þannig ég einfaldlega trúi því og það var markmið að þetta í stafræn gjöf að sem flestir og nánast allir geti nýtt sér þetta og það hafa allir aðgang að Ísland.is og þá ég hvet þá líka ef það eru einhverjir hópar sem að ekki hafa þennan aðgang eða þurfa hjálp þá einfaldlega hvetja okkur til að standa saman í hjálpa þessum hópum, hvort sem það eru ættingjar eða aðrir eða starfsmenn stofnana eða annarra heimila, þá hvetja einfaldlega fólk til að hjálpast til þess að allir geti nýtt þessa ferðagjöf og ég hef trú að það geti gerst. Takk fyrir. Díana Jóhannsdóttir spyr, geta ferðaþjónustu aðilar sem eru reknir af ríki eða sveitarfélagi tekið þátt í ferðagjöfinni, til dæmis söfn eða sundlaugar? Það góð spurning. Það ekki markmiðið með þessari aðgerð að styðja við opinbera aðila. Markmiðið að styðja við einkafyrirtæki. Eins og ég nefndi áðan, endanleg útfærsla þessa í höndum þingsins, en það alveg skýrt að markmiðið að styðja við einkafyrirtæki í ferðaþjónustu. Takk fyrir. Hér spurning, verður hægt að nota gjöfina á fleiri en einum stað, til dæmis 2.000 kall á stað A og 3.000 kall á stað B? Já, það hægt að skipta gjöfinni niður og þú getur skipt henni alveg eins oft og þú vilt. Þannig að það bara eftir hentisemi hvers og eins. Og ferðaþjónustufyrirtækin slá þá inn þá upphæð sem að þau vilja nýta af gjöfinni. Takk fyrir. Hér ein spurningi viðbót. Verður leyfilegt að kaupa áfengi á skemmtistöðum fyrir þessa ferðagjöf? Ef að viðkomandi skemmtistöður með leyfi og fellur undir þessa flokka sem voru kynntir áðan, þá það leyfilegt. Takk fyrir. Verður útfærð beintenging við bókun á ykkar vegum eða ég? Það í höndum fyrirtækjanna sjálfra að útfæra þessar tengingar. Það mjög einfalt og við höfum átt samræði við flesta þessa aðila og þeir eru mjög tilbúnir að ganga frá því. En þannig að það verður alltaf hægt að nýta bókun eða aðra svona síður á einn eða annan hátt, já. Takk. Hér spurt, myndast inneign ef fólk fullnýtir ekki gjafabréfið? Ég gerir ráð fyrir því að þarna sé í rauninni verið að spyrja hversu lengi þetta gildir. Þú átt gjafabréfið út gildistíma gjafabréfsins og ef þú ert ekki búin að nýta gjafabréfið þá myndast engin frekari inneign. Þannig að þú voru að nýta allt gjafabréfið innan gildistímans. Takk fyrir. Það ekki komnar fram fleiri spurningar í bili, þannig að við þökkum ykkur kærlega fyrir að sinni. Takk. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Mér langar að bjóða næstan velkomin í rafræna pontu Halldór Ari Bjarnason, upplýsingastjóra hjá Ferðamálastofu sem ætlar að kynna vefinn ferðalag.is, uppfærslu á honum og tengingu við ferðagjöf. Halldór mættur í rafheima? Ég að vona það. Ég svo sem sé ekki hvort að þið sjáið og heyrið í mig, sko. Mér sýnist þetta vera allt eins og það á að vera. Gjörðu svo vel, Halldór. Já, takk fyrir það.
og bara gaman að vera með ykkur. Það er endar svo sem þannig að að ég er kannski vanar að vera hinum megin borðsins, svona kannski vera sá sem er sendu út frekar sá sem er að kynna, en það er bara gaman að breyta þess til. En ég semst tek hérna við boltanum frá þeim, Andra og Þórildi, og ætla að fara yfir yfir ferðalag.is, þessar nýja vef, og hvernig hann tengist ferðagjöfinni. Nú, það er þetta þannig með vefinn að hann verður ekki kannski slitin úr samhengi við gagnagrunninn okkar og ferðaþjónustuaðila, því að þessi vefur byggir á honum, og þessi gagnagrunnur á sér langa sögu. Hann ég man ekki hvort það fyrir 90, held ég sé 87 eða eitthvað svoleiðis, sem að svona fyrsti grunnur á honum er lagður, og tilgangur hans hefur alltaf verið bara svona miðla opinberum upplýsingum íslenska ferðaþjónustuaðila og ferðaþjónustu, og hann er svona hugsaður sem almennu upplýsingabrunnur fyrir atvinnugreinina, þar sem allir með tilskilin leyfi fá sína skráningu. Það má kannski segja að notagildið, eins og við höfum séð, það geti verið svona fjórþætt. Það er þetta markaðstæki, og notendur í dag eru markaðsstofa landshlutana sem við höfum unnið í nánu samstarfi við, og það er birtan allar á sínum vefjum, og síðan Íslandsstofa sem birtir hann á flotta Inspired vef fyrir erlenda markaðinn. Nú, annar þáttur í orðum er kannski síðan bara samskipti við atvinnugreinina. Þetta er svona það tæki sem við höfum til þess að veita samskipti við ykkur í greininni, og þegar það er að senda út einhver skilaboð og tilkynningar. Nú, því tengist kannski þriðji parturinn sem er svona þessi öryggisþáttur, að það er auðvitað nauðsynlegt að geta haft sem bestan aðgang að greininni ef eitthvað kemur upp á, og við erum í samstarfi við Safe Travel eða Landsbjörgu, sem er að nýta upplýsingar úr grunninum til að senda út þessar ferðaviðvaranir og annað sem við kannist við. Og síðan kannski bara er það gæðamálin, það sé svona til grunnur sem allir geti sótt í, þar sem tryggt sé að séu eingöngu verið að kynna aðila með tilskilin leyfi. Nú, við erum búin að vera síðan í vetur að smíða svona nýtt kerfi, talum við grunn í samstarfi við Origo, og unnið það þétt markaðsstofum landshlutana, og við höfum verið í þessari vinnu af hálfu Ferðamálastofu, ég og Inga Rós Antoníusdóttir, sem er verkefnastjóri stafrænu málanna hjá okkur. Og það var síðan ákveðið þegar innan þess átakið kom til að ráðast í endurnýjun á ferðalagsvefnum, sem er raunar svona íslenska birtingin á gagnagrunninn. Og það má segja að ein grundvallar breyting sem er að verða með þessu nýja grunni er að nú á aðilarnir sjálfir aðgangu sínum skráningum að geta átt við þær. Nú, en þá á vefnum, nýja ferðalagsvefnum, ég ætla bara að taka strax fram að þetta sem þið sjáum á skjáðum, þetta er ekki útlitið á vefnum. Þetta er bara svona teikning. Við erum ekki tilbúin til að afhjúpa hann strax. Hann verður svona formlega kynntur leið og ferðaátaki fer á stað. Hvatningarátakið. Þannig að þetta er bara svona teikning. En hann mun sem bera svip hvatningarátaksins og þess kynningarefni sem hefur unnið í tengslu við það. Og ferðagjöfin, þetta verður áberandi á forsíðu, og þar mun koma fram hvernig fyrirtæki skrá sig og hvernig almenningur nálgast og nýti sína gjöf, og mun bara leiða fólk inn á Ísland.is, eins og þau fóru yfir áðan, Andri og Þórildur, það verður allt gert. En á síðan vefnum sjálfum þá verður hægt að fá lista yfir fyrirtæki sem er að taka móti ferðagjöfinni, og þau verða sérmerkt þegar niðurstöðurnar eru fengnar. Ég get svona bara setjum við kannski dæmi hvernig þetta gæti verið. Þetta er ekki endanlegt útlitið eitthvað slíkt, en þetta getur við bara tekið sem dæmi og fólk hafi leitað sérstaklega að fyrirtæki sem að taka móti ferðagjöfinni, og þá munu þau fá á sig einhverja merkingu í þessum dúr. Þetta er ekki, eins og segja, þetta er ekki neitt endanlegt lúk sem við erum að horfa á hér.
En síðan munu þau líka vera sérmerkt ef að fólk bara svona leita almennt á vefnum að við segjum bara hestaferðum á Austurlandi eða hvað sem það nú eða stangveiði á Suðurlandi eins og þetta er tekið dæmum og þá verða þau fyrirtæki sem að taka á móti í ferðagjöfinu, þau eru svona merkt sérstaklega. Almennt vefinn þá má kannski segja að það séu svona 4 meginþættir í honum. Það er eins og segja, það er ferðagjöfin og kynningu henni, hvernig hún er nýtt og hverjir taka á móti henni. Síðan eru það tilboð sem að fyrirtækin skrá sjálf og við skoðum það eins betur og eftir. Það verður þetta svona viðburðardagatal sem allir geta skráð í og síðan þetta svona lykil eða raunin bara það sem vefurinn gengur út á. Það eru bara upplýsingar ferðaþjónustu fyrirtækinu og þeirra þjónustu að koma henni sem best á framfæri og beina umferðinni inn á vefi viðkomandi fyrirtækja því að það er það sem við viljum helst gera. Og við erum að kynna þjónustu allt land og fólk geta leitað á vefnum eftir svona þjónustu þessum lykilþjónustuflokkum sem þið sjáum við dæmi efst í valmyndinni, afþreyingu, gistingu og veitingum og menningu og svo framvegis. Og það er þetta mikilvægt að hafa uppfærðar upplýsingar. Þið eru ekki enn komin, ferðaþjónustufyrirtækin eru ekki enn komin með aðgang til þess að breyta sjálf sínum upplýsingum. En þið getið farið inn á bara núverandi ferðalag.is vef og flett skráningunum ykkar upp þar og séð hvort að eitthvað þarf að laga. Við erum búin að vera að senda ykkur reynda hvatningaposta þar og það er búið að vera reynda mjög mikið álag í því að uppfæra upplýsingar. En ef það er eitthvað sem enn þarf að fara til betri vega þá endilega sendu okkur post sem fyrst á ferðamálastofa.is og við bregðumst skjótt við því. Ég nefndi áðan skráningu tilboða og Skarphéðinn kom inn á þetta áðan og þetta tengist líka ferðagjöfinni en það geti hins vegar allir sent inn tilboð og við hugsaum þetta svona svolítið að og það getur bara allir sem eru skráðir í grunni, þau geta sett inn tilboð og endilega skoði þetta. Það er mjög einfalt að senda þetta inn. Við erum búin að senda út upplýsingar það er þegar hægt að byrja að skráta þó það byrja ekki að birtast fyrir en að við opnum nýja vefinn. Slóðin er þessi tilboð.ferðalag.is og eins og segið við sendum þetta út í gærmorgun eða á alla aðila í grunninum, þannig að við getum byrjað að skoða þetta og fyrirtækin með tilboð þau verða merkt sérstaklega í grunninum þegar nýju vefurinn fyrir lofti og þannig viljum við hvetja til þess að þessi tilboð verði til þess að auka sýnileika og svona umferð á vefnum. Og eins og Skarphéðinn kom inn á í sínu erindi þá erum við að hvetja til þess og leggjum áherslu á það að svona hlekkur á þessi tilboð og hann vísi á eigin bókunarsíðu fyrirtækisins eða eigin vef eða eigin bókunarsíðu fyrirtækisins. Og við hvetjum þetta bara, hvetjum fólk og fyrirtæki til þess að nýta sér þennan svona ókeypis kost og minnum á eins og Skarphéðinn kom líka inn og tilboð þetta þurfa ekki og eiga alls ekki að vera í formi verðlækkunar heldur að hvetja til viðbótarsölu og hvetja gesti til að stoppa lengur og borða oftar og gera meira á svæðinu og þannig svona auka tekjur. Þannig að ég hvet ykkur til að skoða þetta sem fyrst að þannig að við getum, þegar vefurinn opnar þá verði það komið inn fullt af áhugaverðum tilboðum fyrir fólk til að skoða. Og þetta getur svona verið dæmi hvernig þetta gæti litið út á vefnum að fyrirtæki sem eru með tilboð verða merkt sérstaklega þegar fólk að skoða niðurstöður á vefnum og þannig gæti þetta spila saman tilboðin og ferðagjöfin. En sjálfur sér held ég að ég hafi ekkert endilega meira að segja þannig að en bara hvet ykkur til þess að fara inn á ferðalagvefinn og skoða ykkur upplýsingar og láta okkur uppfæra þær ef þarf.
En annars þakka ég bara fyrir mig. Takk fyrir þetta, Halldór. Það hafa ekki borist spurningar á Facebook-streymið á Ferðamálastofu. Þannig að ég vil bjóða velkomna í pontu næsta ræðumann dagsins sem Oddný Þóra Óladóttir frá Ferðamálastofu sem ætlar að kynna niðurstöður úr ferðamálakönnun sem að Ferðamálastofa gerði það hvernig Íslendingar sjá fyrir sér að ferðast í sumar. Oddný, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Ég heiti Oddný Þóra Óladóttir og starfsmaður hjá Ferðamálastofu og ég ætla að fjalla stuttlega niðurstöður nýlegra kannana sem Ferðamálastofa hefur látið framkoma meðal landsmanna í því skyni að reyna að varpa ljósi á ferðalög þeirra næstu mánuðina. Nú þetta eru niðurstöður úr 3 könnunum. Fyrsta lagi könnun Ferðamálastofu frá því í janúar síðastliðnum. En þá voru landsmenn spurðir ferðalög sín á árinu 2019, bæði innanlands og utan og ferðaáform á árinu 2020. Nú í öðru lagi þá niðurstöður úr örstuttri könnun sem var lögð fyrir seinni hluta marsmánaðar þegar ljóst var að COVID-19 geti raskað verulega ferðaáformum landsmanna. Og síðan í þriðja lagi könnun sem framkvæmd var í byrjun maímánaðar þegar veirufaraldurinn var í rénum og Íslendingar farnir að huga ferðalögum á ný. Nú, ef við byrjum á því að skoða niðurstöður úr könnuninni frá því í janúar síðastliðnum, en hún hefur verið framkvæmd með landsmanna á hverju ári með sambærilegum hætti allt frá árinu 2020. Þessar niðurstöður voru birtar 30. mars á vefsíðu Ferðamálastofu og aðgengilegar þar. Nú, samkvæmt henni þá höfðu í janúarmánuði ríflega 9 landsmenn af hverjum 10 áform ferðalag á árinu 2020. Og ef við horfum hérna einungis á ferðalög innanlands, þá ætlaði 57% að fara í bústaðaferð, 45% að heimsækja vini og ættingja, 31% í vinaferð, síðan ætluðu eins og hefur komið hér fram áður, margir Íslendingar að elda góða veðrið, fara í bæjarferð innanlands. Nú fjölmargir ætluðu síðan til útlanda og voru borgarferðir þá og sólarlandaferðir efst á blaði. Nú það leyti sem að Ferðamálastofa að fara að birta niðurstöður úr janúarkönnuninni eða seinni hlutan í mars, þá ríkti mikil óvissa hvaða áhrif veirufaraldurinn myndi hafa á ferðalög og því var ákveðið að kanna frekar hvaða áhrif landsmenn teldu að veiran hefði á ferðalög þeirra næstu 6 mánuði. Eins og sjá má að niðurstöðum úr spurningum sem lagðar voru fyrir landsmenn seinni hlutan í mars, þá töldu 64% að veiran myndi hamla ferðalögum til útlanda. Næsta hálfa ári og síðan ríflega fjórðungur ferðalögum innanlands. En þegar spurt var síðan hvenær menn sæju fyrir sér að fara næst í ferðalag, voru nærri 9 af hverjum 10 á því að þeir myndu ferðast innanlands næsta hálfa árið, en nokkur bið yrði hins vegar á utanlandsferðum en helmingur sá ekki fram á að fara ferðalög utan næsta hálfa árið. Síðan var ákveðið að framkoma stutta könnun í byrjun maí og til að fá betri mynd að ferðaáformum landsmanna í sumar og haust eða á tímabilinu maí til október til að styðja þá við hvatningarátakið sem að fer núna á stað í byrjun júní. Nú könnunin var framkvæmd sem netkönnun og af MMR fyrir Ferðamálastofu og hún náði til 1023 einstaklinga. Nú þarna var spurt fjölda ferða, líkleg ferðatímabil, gistinætur, líklega áfangastaði, gistiaðstöðu, ferðamáta, fjölda dagsferða, afþreyingu, áætluð útgjöld og upplifun á ferðalögum á Íslandi.
Niðurstöðurnar voru síðan greindar eftir kyni, aldri, búsetu, menntun, starfi, heimilistekjum, áætluðum fjölda innanlandsferða og áætluðum fjölda gistinótta á sem sagt ferðum innanlands. Og þessar niðurstöður verða birtar núna á eftir þennan fund á vefsíðu Ferðamálastofu. Nú langflestir eða 9 af hverjum 10 hafa áform að fara í ferðalag innanlands í sumar eða haust, þar sem gist yfir nótt. Og fleiri konur en karlar, þær segjast ætla að fara í ferðalag og þar að ræða margtakan mun. Þriðjungur kvenna og fjórðungur karla ætlar í 3 til 4 ferðir, en ríflega fjórðungur karla og kvenna ætlar í 5 eða fleiri ferðir innanlands. Nú, flest ferðalög, þau munu eiga sér stað seinni hluta júlímánaðar, en þá ætla 3 af hverjum 5 landsmönnum að ferðast. Ríflega helmingur ætlar að ferðast fyrir partinn í júlí, tæplega helmingur fyrir hlutan í ágúst og 2 af hverjum 5 seinni hlutan í júní. Ferðalög muni síðan dragast saman þegar líður á ágústmánuð og það sem eftir er árs. Fjórðungur ætlar að gista 1 til 3 nætur á ferðalögum innanlands, tæplega 15 4 til 6 og tæplega 15 7 til 10 nætur. 3 af hverjum 10 ætla að gista 2 vikur eða lengur. Það má líka hafa í huga á síðasta ári þá var dvalarlengd innanlands 14 nætur. Nú við spyrjum hvaða svæði líklegt er að landsmenn heimsæki og þannig búin að skipta þessu upp í höfuðborgarbúa og landsbyggðarbúa. Norðurlandi og Suðurlandi eru þeir landsluta sem flestir hafa í hyggju að heimsækja í sumar, bæði haust og í sumar og haust og á það bæði við heimsóknir höfuðborgarbúa og íbúa á landsbyggðinni. Þar á eftir kemur Austurlandið, Vesturlandið og Vestfirðirnir. En eins og sjá má þá eru ríflega fjórðungur sem að hyggja á ferðalög á höfuðborgarsvæðið. Landsmenn ætla að nýta sér fjölbreytta gistimöguleika á ferðalögum innanlands. 38% ætla að gista á skipulögðum tjaldsvæðum, 34% á hótelum og 22% á gistiheimili eða sambærilegri gistingu. Fjölmargir ætla síðan að gista hjá vinum og ættingjum og í sumarhúsi í einkaeign. Konur virðast til dæmis ætla að gista í mun meira mæli hjá vinum og ættingjum en karlar. Vinsælustu gistimöguleikarnir í yngsta aldurshópnum sem er 18 til 29 ára, þeir ætla það eru skipulagt tjaldsvæði, gisting hjá vinum og ættingjum og síðan sumarhúsi í einkaeign. Og þeir sem eru á aldrinu 50 til 67 ára, þeir eru líklegri til að nýta sér hótel en yngri aldurshópar og þeir sem eldri eru. Og hlutfall þeirra sem ætlar að nýta sér gistiheimili eða sambærilega gistingu eykst með hærri aldri. Eitt vekur athygli að það er hversu margir ætla að gista sérst í tjaldi eða ökutæki utan skipulagðra tjaldsvæða eða 22% og þar skora allir aldurshópar hátt nema þeir sem eru 68 ára og eldri. Síðan kemur að ferðamátanum. Hann er nú svo sem fljót afgreitur. Langflestir ætla að ferðast á eigin bifreið eða vera farþegi í einkabíl. Og það var ef maður skoðaði þetta eftir aldri, þá var það yngsti aldurshópurinn 18 til 29 ára sem virðist líklegri til að leigja kamper til ferðalaga en þeir sem eldri eru. Síðan eru það dagsferðirnar. Það er að sama sem gildir dagsferðir og ferðalög. Það eru fleiri konur en karlar sem ætli dagsferði í sumar og haust, en dagsferðir eru skilgreindar sem skemmtiferð, 5 klukkustunda löng eða lengri, þar sem er farið út fyrir heimabyggð, án þess að það sé gisti yfir nótt. Og eins og sjá má þá eru flestar karlar og konur á því að farnar verði 7 ferðir eða fleiri eða tæplega þriðjungur. Og ríflega fjórðungur karla og kvenna gerir ráð fyrir 3 til 4 dagsferðum. Síðan er það afþreyingamöguleikarnir. Það var spurt þá afþreyingamöguleika sem landsmenn telja líklegt að þeir greiði fyrir í nærumhverfi, í dagsferðum eða á ferðalögum innanlands. Og þá nefndu flestir sund og jarðböð, en þar á eftir fylgdu afþreyingarmöguleikar eins og matarupplifun, söfn, sýningar, leikhús, tónleikar, tónlistar og bæjarhátíðir. En ýmis náttúrutengd afþreying, hún var jafnframt nefnd.
Nú að maður skoðar þetta eftir þessum breytum sem var keyrt eftir, þá var golfið það höfðaði til karla í mun mæli en karla, sama má segja stangveiði. Yngsti aldurshópurinn hann ætlar að fara í meira mæli á tónlistar- og bæjarhátíðir og í dekur- og spameðferðir. Sund og jarðböð þau höfða til þeirra sem eru á aldrinum 18-49 ára í mun ríkara mæli en þeir sem eldri eru og líkur á að fara eins í skoðunarferð með aldrinum, leiðsögumanni hann eykst með aldrinum. Síðan það þessi spurning sem kemur sennilega til með að vekja mikla athygli. Sko landsmenn gera ráð fyrir að eyða 72.000 krónum á ferðalögum innanlands í sumar og haust. Að ræða heildarútgjöld sem ná yfir gistingu, veitingar, afþreyingu og ferðir. Karlar áætla að eyða 90.000 krónum, 36.000 krónum hærri upphæð en konur. Þeir sem eru á aldrinu til 50-70 ára ætla að eyða hærri upphæð en aðrir aldurshópar. Þegar spurt var hvað landsmenn langaði mest að upplifa á ferðalögum á Íslandi sumar eða haust, þá nefndu flestir náttúrutengda þætti, einstaka staði eða svæði. Veðurfarslegi þættir voru auk þess nefndir af mörgum sem og heimsóknir og samverustundir með vinum og ættingjum. Afþreying af ýmsu tagi var ennfremur nefnd í nokkru mæli þá einkum náttúrutengd afþreying. Nú hérna að ræða opna spurningu þar sem svarendur gátu nefnt alltaf 3 atriði og þetta gátu verið einstaka staðir, afþreying, náttúrutengd upplifun eða hvað annað sem þeir vildu upplifa á ferðalögum. Og svörin voru flokkuð eftir þessum efnisatriðum sem þarna koma fram. Nú síðan vorum við aðeins að leika okkur með að setja þetta fram, sem sagt hér má til dæmis sjá 295 ummæli sem tengdust náttúrunni og það mátti nefna sem sagt bara, og það voru sem sagt þarna mátti finna ummæli eins og náttúrufegur, náttúruperlur, náttúruskoðun, náttúruhljóð, náttúruupplifun, náttúrukyrrð, endalaust náttúru eitthvað. Síðan erum við með ummæli landsvæði og einstaka staði sem fólk langar að heimsækja eða upplifa. Þarna voru 278 ummæli. Þarna voru Vestfirðirnir og Austfirðirnir oftast nefndir, síðan Austurlandið, Ásbyrgi, Snæfellsnes, Jökulsárlón, Suðurland, Akureyri, Vestmannaeyjar og Norðausturland. Síðan það afþreyingin, það voru 350 ummæli í tengslum við afþreyingu og hér nánast allt upptalið nema það sem menningatengt. Þarna má sjá gönguferðir, fjallgöngu, golf, veiði, jarðböð, sund, náttúrulaugar. Að lokum þá langar maður að minnast á meðmælaskor Íslendinga fyrir ferðalög innanlands en það var mælt í janúar könnuninni og reyndist á 34 stig, hærra en árinu áður. NPS-skorið mælt á 11 stiga kvarða sem segir til mismun á hlutfalli þeirra sem eru tilbúnir að mæla með ferðalögum innanlands, svo kallaðir hvetjendur, og hlutfalli þeirra sem eru líklegri til að mæla gegn þeim, eða svo kallaðir letjendur, eins og sjá má þarna á grafinu þarna vinstra megin. Eins og sjá má á grafinu þá það 15 sem myndi flokka sem svo kallaðir letjendur, en það eru þeir sem eru ólíklegir að mæla með ferðalögum innanlands og svör þeirra við því af hverju þeir væru ekki líklegir að mæla með ferðalögum snerust háa verðlagningu, hættulega vegi auk þess sem utanlandsferðir væru hagstæðir og skemmtilegri. Nú tæplega fjórðungur, hann taldist til hlutlausara, hann svaraði því til því að þeir voru inntir eftir hvað þyrfti til þess að þeir væru líklegri til að mæla með ferðalögum innanlands, að það þyrfti að lækka verð á gistingu, afþreyingu, mat og eldsneytis og eitthvað sem nefnt, auk þess sem fækka þyrfti ferðamönnum og bæta samgöngur. Svo það hvetjendurnir, en þeir voru ríklega helmingur, en þeir eru líklegir að mæla með og hvetja til ferðalaga innanlands en aðrir. Og þegar þeir voru spurðir af hverju þeir væru til þess líklegir, þá voru fjölmörg atriði nefnd, svo sem að náttúran væri engu lík, margt að sjá og skoða, mikið framboð af vöru og þjónustu, auk þess sem ferðalög innanlands væru umhverfisvæn og með þeim héldust peningar innan íslenska hagkerfisins. Eins og sjá má á báðum þessum könnunum sem ég hef reifað hér, þá má gera ráð fyrir að landsmenn verði á faraldsfæti næstu mánuðina
og gefst þeim nú tækifæri sem aldrei fyrr næði til að njóta landsins og þeirra fjölbreyttu ferðaþjónustu sem hefur verið byggð upp allt land síðastliðin ár. Og hér ætla ég að ljúka. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það eru komnar spurningar. Ég má beðið að staldra aðeins við í pontunni. Það enda bara ein spurning. Hér er spurning varandi upphæðina sem fólk sagðist áætla að verja til ferðalaga innanlands. Er þá átt við á sólarhring eða í heildina fyrir hvert ferðalag? Heildina. Það er heildina. Þetta er heildina fyrir ferðalög á tímabilinu maí til október. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Það er ein spurning sem að bíður svars núna í lokinu, kannski bara spyrja fólk sem er hér enn í salnum. Gildistíminn á ferðagjöfinni er út árið 2020, ekki satt? Og þá held ég að sé búið að svona hreinsa upp það sem eftir var. Ég biðst forláts ef ég er að gleyma einhverju, en bendi fólki á að það er hægt að beina fyrirspurnum til Ferðamálastofu og til andra hjá Stafrænu Íslandi varðandi þessi atriði sem komið á fram. Þannig að ég þakka kærlega fyrir að svo margir voru með okkur í dag. Þetta er búið að vera mjög gott að sjá að það eru margir sem hafa áhuga á þessu. Ég held að það hefur verið 600 og eitthvað manns sem voru að horfa þegar mest var. Þannig að við vonumst til þess að það viti á gott fyrir sumarið og hvetjum ykkur til þess að kynna ykkur betur það sem er í boði, bæði fólk og fyrirtæki. Takk kærlega fyrir okkur.